Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, velkomin í sjókastið. Takk fyrir. Ánægilegt að fá þig. Ég er nokkuð viss að margir þekkja þig, þekkja þitt andlit, en kannski þekki ekki alveg hvaðan þú kemur eða þinn uppruna og hvað mótaði þig í þann mann sem þú ert í dag. Hvaðan ertu, Georg, ef við byrjum bara alveg á byrjuninni? Já, ég vestfirðingur í bak og fyrir, húð og hár, reynda fættur í Reykjavík, en fluttist 30 ára gamall með foreldrum mínum vestur í Önundarfjörð, að Holt í Önundarfirði. Pappi dýrfirðingur alinn upp á Ísafirði, mamma á ættarreykja í Önundarfjörð. Þannig að þarna vorum við svo sannlega komin heim. Þarna fyrir vestan ólst ég upp og var alla mína tíð þar til ég lauk háskólanámi. Vann öll venjuleg störf til sjós og lands og hefði það bara mjög fínt. Í pínuforvitin, venjuleg störf til sjós og lands, hvað starfaður svona sem ungur maður áður og fórst út í háskólanám? Já, sko, á þessum árum út á landi þá byrjaði mann að vinna svona upp á 8 ára aldri. Já. Og þá til aðstofar við hænsnarækt og hesta og rollur og annað því líkt. Og svo kemur nú frystihúsið mjög fljótlega inn og svo löndun úr bátum og tórum og sjómennska. En lengst af vann ég við raflínubyggingar hjá Rafmagnsveitur ríkisins og Orkubú Vestfjarða. Og alveg þar til eftir að ég lauk háskólanámi. Varstu að setja niður staura og svoleiðis? Já, ég sem sagt línumaður af profession. Þú ert línumaður, já. Og átti í vegabréfinu mínu í gamla daga línumaður og það þýtti bara electrical linesman. Það ekkert annað. Þannig að ég stauramaður og þekkir raflínur út og inn allt í kringum landið. Þú hefur mikið svona embættismanna yfirbræðin, það skal enginn hangaði á því að hafi ekki verið línumaður meðal annars. Nei, það alveg skjálfest og staðfest. Það mitt fag og því vil ég halda lofti. En pappiðin var prestur á Núpi, það ekki í Dýrafirði? Holt í Önundarfirði. Á Holt í Önundarfirði? Já, sem tekur yfir, Holtsprestakall tók þá yfir Dýrafjörð og allar Önundarfjörð. Já. Á þessum árum kirkjan hefur alveg veigamikið hlutverk í sérstaklega svona út á landi og í, hvað maður að segja, afskektari byggðum. Hvernig var að alast upp sem prestsonur á þessu svæði? Var þetta í svona lítilli mynd eins og að vera konungborinn? Nei, ég segi það nú ekki, alls ekki. Við búum nú öll í upplandningsveitinni. Já. En þetta var ákveðin sérstæðan. Allir í sveitinni voru með öflugan búskap. En þetta var nú bara svona hobbybúskapur hjá okkur. Þannig að við höfðum ákveðna sérstöðum. Byggum á prestssetrinu í minni sveit. En áttum aldeilis einstaka nágranna og það er svo merkilegt að allt þetta fólk lítur maður á sem sína fjölskyldu að þann dag í dag. Það sem lifandi og það sem þarna að vestan. En þetta var nokkuð viðfænt svæði hjá pabba mínum fjallvegi að fara og oft snjóþungt og reyndar nánast alltaf allan veturinn. Þannig að hann notaði ýmistæki eins og bát og vélsleða, flugvél og tímabili, gönguskeið mikið til að komast á milli Annexía. Annexía. Eða komast á milli kirkna. Já, akkurat. Og vísitassjur. Já, og messuferðir. Þarna voru líka alvarleg slys, bæði á Sjóvalandi, sem að tók á og taka á. En í það heila gott mannlíf og eindislegt fólk. Þú var væntanlega tengst á samfélaginu mjög vel, eða öll þín fjölskylda þá sérstaklega tengslum við preststörfin. Prestur þannig væntanlega tengjast svona persónulegum böndum öllum í kring. Jú, svo náttúrulega átti maður þarna fjöldanallan ættingjum, fjarskyldum og náskildum. En þetta fólk nú bæði fallið frá og flutt í burtu meira og minna. En preststarfið gerði þetta heimil okkar svolítið að opinberum framkomastað og þarna var mikil gestagangur og mikil fjör og
margir krakkar á sumrin, sumabúðir reknar þarna yfir sumarið. Þannig að þetta var virkilega mikið fjör. Ertu yngstur eða elstur eða í miðjunni? Ég er elstur. Hvernig systkinahópurinn? Þú ert elstur, já? Við erum 3 systkinin og ég er elstur. Og fannst ég bara ábyrgð á þessu öll saman, sko. Já, það ekki. Men náttúrulega bara vitleysa. En ég hef alltaf verið mjög ábyrgðarfullur maður. Já. Kannski of og kannski helgast það af því að ég var elstur og þetta var basl. Það var ekkit auðvelt að búa þarna á þessum árum. Nei. Það var ekki, vegirnir voru ekki mókaðir. Það var oft lítið mat í kaupfélaginu. Við byggum aldrei við neitt matarskort inn í sveit, fengum bæði fisk og kjöt. En hjá fólki á þessum árum þá stóð ekkit út af. Nei. En voru ekki í neinu lúxus og veittu sér lítið sem ekki neitt. En þetta var þá. Og þá byrjar þetta að móta þig, að ábyrgða fullan Georg. Já, ég gæti trúið því, sko, að standa sig og vera persónurinn. Já. Það var nú eiginlega, sko, ég hafði nú einn ágæta kennara sem bara einn, sko. Skólastjóri kennari og kendi allt sem í skólanum fór fram og hann notaði gjarnan þegar ég var óþekkur sem að gerist næri oft. Þú sem ert persónurinn og þú sem kemur frá svona góðu heimili að þú skulir haga þér svona. Og þetta var náttúrulega hár rétt hjá honum en þetta svona skapaði mér ákveðna sérstöðu, sko, og gat stundum verið erfitt. Áttirðu þá til þá hlið þegar þú varst ungur að vera uppátækjasamur eða stellinn eða ekki alltaf bara hlýðin og ábyrgðarfullur? Nei, alls ekki, sko, og heldur ekki enn, sko. Nei. En maður reynir svona að halda andliti og leika þetta eins og kostur maður sé ábyrgðarfullur og öruggur. En það er svolítið áhugavert þetta með, sko, að vera sonur eða dóttir prests. Það fylgir fólki miklu meira heldur en nokkuð annað embætti að starf. Það enginn sé að velta sér upp úr því að einhver sé, sko, kennarasonur eða þessuna ráðherrasonur, sko. Það er einhvern veginn, það fylgir rosalega mikið fólki sem eru börn presta. Það er einhvern veginn það er ætlast meira kannski af þeim. Já, ég held að það hefði kannski verið þannig gamla dag. En nú held ég að sé nú búin að átt okkur. Já, þetta er kannski mikið breytt í dag. Presturinn er bara eins og aðrir venjulegir menn í samfélaginu, sko. Já. En það voru gerðar ríkari kröfur á þeim árum sem maður stóð náttúrulega ekki undir, sko. En þetta blessaðist nú allt saman, sko. Og það er náttúrulega líka það sem jók á sérstöðu okkar var að mamma var hjúkrunarkona. Já. Og eina heilbrigðismennta manneskjan í píðalæginu oft á tíðum. Okkur hélst illa á læknum þarna fyrir vestan. Já. Það var læknislaust árum saman og þá var það hennar að taka á móti öllum bráðatilfellum sem voru alls í mörg. Man voru að slasa sig og veikjast illa. Og inn á heimilinu þá? Inn á heimilinu og út á Flateyri sem þarna rétt hjá. Þar var sjúkraskýlið eins og það var kallað þá. Það heita víst heilsugæslustöðvar núna. Og þar var oft tvísýnt ástand meðan beðið var eftir varðskipi oftast. Pappi átti bát sem að gat ferjað út á Flateyri yfir fjörðinn og það var nú einstaka sinnum flogið en það var mikið vesen. Það verður að móka flugbrautina og lýsa upp með bálköstum og bílum og annað þvílít og ekki öflugar flugvélar til. Björn Pálsson var að fljúga þá út á landi í sjúkraflugi. Þannig að þetta var ótt mjög kritist. En varðskipin komið þannig sterkinn. Já, það var gert það lengi. Já, og miklu meira þá, sko, í svona efnum. Og margir sem að fóru með þeim til Reykjavíkur eða Ísafjarðar jafnvel og spítana þar. Sjúkrahúsið. En heiðin þannig milli hún var nú ófærð bara frá september, oktober og fram í maí, sko. Og ekki til vélslegar á þeim tíma til að komast hann yfir. Áðan sagðir mér af þínu störfum sem ungur maður, línumaðurinn, við skulum ekki taka það þér, en þú sagðir mjög snubbótt og sjómennska. Segðu mér meira af því. Já, það er sko
ástæða fyrir því. Ég fór nokkur sumur á sjó, stuttan tíma í senn og stóð mig aldrei vel. Var það fiskiskip eða? Já, bara á bátunum hann fyrir vestan. Já. Og það gekk nú svona upp á hann. Þetta gekk einhvern veginn, sko. En ég var alltaf sjóveikur. Varst alltaf sjóveikur? Var sjóveikir sem að hrjáði þið? Já. Og svona hafði ég ekki sans fyrir öldunni, myndi ég halda. Já. Og var ég svona á sjó með miklum aðdæðismanninn Karl Jónsson hét hann og hann var skipstjóri á bát sem að hét Vísir, ég 171 og þetta var fyrsti túrin sem ég fór að sjó 14 ára og það er lagt að staða kvöld við vorum að netum í Víkuról og hérna frænka mig var kokkur, ég þekkti allir borðið og það var svo góð matur og við erum komin að borða á Flateyri svona 7 og það reyfist ekki sjórinn sko og við förum út allan fjörð á borðum og það var skyr með rjóma þetta var lúksus og það var hérna steikt lambakjöt og alveg skýrfinir í ís á eftir og svona fæði og svona kosti átti mann og bara aldrei ekki að venjast þannig í sveitinni á venjulegum mánudegin eða þriðjudegin. Svo komum við í fjárðakjöftin og þá byrjar nú heldur betur veröldin að breytast og þetta var alveg hræðilegur túr. En þú hefur þá skilað væntanlega öllu. Já, þá skilaði ég öllum en og gat ekki haldist fyrir niðri það var bara það er ekki að reyktum ennum borðu og svona og ég var svona stefni og gleimarinn sem var eða kójurinn sem var þversum og reyktum allt og svona já, slamlíkt allt þannig ég fyrir brú og stend þar og kallinn segir halda honum upp í ég finn að fá mér að borða já og hann sýnir mér svona helstu undirstöðuratrinni því að halda honum upp í svo líði ekki nú að örfa á mínútur þá kemur hann sem var nú sko mjög stórvaxinn maður kemur bara eins og eldflög upp gatið og öskarar á mig hvað djöfulinn er þetta að gera drengur nú setjum átnið þessum þannig að tilfinningin var ekki meiri þessi þá sko þetta lagast og reyndir aðeins til legur sem árið en þetta var ekki alveg mitt fag þetta var ekki alveg þitt fag það er hérna þú er ekki fengið sama innra eyra fyrir jafnvægið, fyrir sjójafnvægið eins og öðrum hefur verið gefið nei, það var eitthvað sko þá en hvernig er það í dag ef við hérna ef ég sé fyrir mér sko þú veist það er margar fréttamyndir teknar af þér borði í varskipunum og það sem þeir eru á siglingu er þá sjóveikin ekkert að gera vart við sig? Nei, ekki svona mikið sko en ég get alveg orðið heiftalega sjóveikur já í brælum en ég þóli svona allar venjulega siglingar á varskipi já, stór skip þau eru stöðug já, þetta er náttúrulega allt annað mál, allt annað nafnumhöður og önnur stærð heldur en maður átt að venjast sko. heldur betur ég hérna maður eiginlega ég veit ekki hvort maður dáist að eða vorkennir mönnum sem einmitt þjásta svona mikill sjóveiki og láta sig bara hafa það og gera það sínu ævistarfi og bara kyngja ælunni fyrstu 3 dagana 30 daga fyrstu áratúr það er alveg magnað sko, ég man eftir hraustum sjómólum þannig að fyrir vestan sem var bara mikla virðingu fyrir en þeir voru sko upplýstið að þeir varu sjóveikir í hverjum einasta túr já að leggja þetta á sig og hafa heilsvíð þetta að gangi gegnum 3-4 daga í upphæðu hvers túrs já, þetta er alveg magnað sko. Herðu, segð mér hérna sko, þú varst með þessa fyrirmyndir foreldrarnir, móðin hjúkrunarkona faðirinn prestur og þau hvað maður að segja skiptu miklu máli þarna í sveitinni og þú elstur og ábyrgðarfullur í þínum systkinahópi þú hefur það ábyggilega séð það fyrir þig bara strax í upphafi að þú myndir vilja hérna axla einhverjar byrðar fyrir samfélagið Já, sko ég var nú harða ákveðin í því að tímabili að verða verkstjóri í frystihúsinu. Ok. Fannst það heillandi starf og það hefur ákveðlega verið það. Einhvern tímann hafði ég þá dreyma að verða skipstjóri. Já, það var útilokað. Það var útilokað. Ég fór gekk í skóla í Holti í Hörnafirði þar sem ég uppalinn og síðar á Flateyri og þar ferðuðust við á milli á
á bátnum, oft í ís og alltaf í myrkri, Alltaf í myrkri, kvöldin, alltaf kolnið á myrkri. Það vildi til að bryggja úr bryggju, Holtflatir eiginlega alveg bara norður. Já. Þannig að það var bara silt á áttaðunum og svo vissum við nokkurn veginn hvar ísinn var og við áttum kastar fram á bátinn og þá settist pabbi að ég fram á stefni og stjakaði frá með fótunum. En þá þurfti maður líka að standa klára á fallinu sko. Ef það var útvalla þá fór ísinn út fyrir erina og þá báturinn með. Þá gæti maður lengt út á miðjum fyrir því. Ef það er einfalla gæti maður að fara upp í fjöruna hjá Einar Oddi í Sólbakka. Er þetta einu sinni á dag eða er þetta einu sinni viku? Já, einu sinni á dag sko. Hverjum degi fram og tilbaka. Já, þetta er aldrei skólabílinn að þú eru að róa það yfir. Já, þetta var nú með mótor, já. 40 staflaut á mótorleysi. Mikið og gott skip, 6 metra langt og er enn til. En þetta var basl og þarna var ég döður og fór svo ásamt krökkunum hann í sveitinni flestum að Núpi í Dýrafirði og tók það landspróf og fór veiturinn eftir í mennskólann í Ísafirði sem var nú ekki náttstopp var þarna heimavistinni og var Jón Baldvin að kenna þá? Já, Jón Baldvin var þá og þetta gekk satt best að segja ekki vel sko og kennslan eða námið? Já, námið og allt sem að því laut og samkomna okkur Jóns Baldvins var ekki gott heldur. Nei, hvað fannst þér hann náði hann ekki til því sem kennari eða var réttlætiskennt hjá þér sem að Já, það var einhver þermóska í mér sko. Já. Hann er mjög góð kennari og fyrirlesari og mikill orðsins maður en það var eitthvað sem gerði það verkum að ég var með eilífa mótþróa varning hann á heimavistinni sérstaklega og endanum fór ég heim rétt eftir áramót. Sjálfviljugur eða var þið gert að fara heim? Já, svona svolítið málublandi sko. Svolítið málublandi. Ok. En þá var það bara fristihúsi og aðeins út á sjó. Já. Það sem eftir var vetrar. Og árið eftir ég svona hálf týndur var að velta fyrir mér Iðnskólann og Ísafirði. Já, sko, veröldin snýrist Vestfirði á þessum árum, sko. Akkurat, það var ekkit út fyrir þinn hugarheim vandalega. Nei, þetta var bara heimurinn og restin snýrist þarna í kring. Svona líkt á Vestmanningar. Já. En ég fór í lýðskólan í Skálaldi. Var þar í dötur og mannaðist nokkuð, alls ekki nóg. Og það í Menntaskóla Reykjavík og svo bara þessa venjulegu braut, sko. Já. Ég er rosalega glaður af því að mér finnst þú svo pottþéttur sko, þegar þú hefur svo pottþétt yfirbragð, akkurat maður, eins og sagt er. Það er gaman að heyra þér einhver svona smá breyskleiki hann á leiðinni. Já, það er alveg hellingur af því til sko. Hellingur af því. Þannig að þú ferð í MR og bara... Nei, þá fór ég í menntaskóla við Tjörnina. Já, menntaskóla við Tjörnina, já. Ok. Og ferð þá bara beinu brautina? Já, það fór svona bara eftir teinum sko. Og svo var nú svolítið sko skrýtin til vinnu. Ég fór í lagadeild, ég var að vinna alltaf hann í raflínunni fyrir vestan og ætlaði að vinna veturlegt stúlunspróf en meiddist á fæti og þurfti að fara til Reykjavíkur til lækninga lenti í vinnusleysi og þá var lagadeildin byrjuð og margir félagar mínir úr menntaskóla voru þar við nám og mér var búið að kíkja sko í kaffi þá var þetta svona afskotið hugrægt menn sátu þarna og drukka kaffi og reykti pípu þannig að ég ákvað að gefa þessi séns og svo settist bara í einhver þrjóska og ég kláraði þetta á réttum tíma. Já. Þetta láta vel fyrir þér í lögfræðin. Sko, nú hefur þú starfað meira og minna svona í embættismannakerfinu
svona sem krefst lögfróðsmanns, verið í sýslumanns hlutverki og nú sem forstjóri gæslunar lengi vel og svona betra að hafa lögin með sér heldur en ekki en langaði ekki til að vera svona bara í réttasala verið einhvern eða sækja á einhvern. Strax eftir útskrifta þá byrjaði ég að vinna í borgardómi sem að forveri Héraðsdóms Reykjavíkur og vann við dómstörf dómara fulltrúi, aðstofamaður dómara í 10 ár og settur dómari í Reykjavík nokkur árabil þannig ég kynntist alveg ágætlega þessum störfum og fór til aflýsinga vítt og breytt landið sem sýslumaður meðan á þessum 10 ára tímabili stóð og var svo skipaður skrifstofustjóri Nýsköpunarfélags Héraðsdóms Reykjavíkur og kom rétt aðeins að stofnun þess dómstóls í blábyrjun var þá beðinn að taka við starfi bæjarfógeta í Kópavogi tíma og meðan á því stóð þá losnuðu Vestmannaeyjar og mér fannst einhvern veginn þó að dómstörf sér náttúrulega hjartaði lögfræðinni og eitt af allra skemmtilegast sem hættir að fást við þá þetta fyrir órólega mann sem óstýrilátur í þokkabót og eigir sér illa við langtímaverkefni ekki alveg réttu staður þannig að þetta var bara staður sem passaði mér ekki nóg vel. Og varst ekki búin að hlaupa þér hornið þannig? Nei, ég gat ekki hugsað mér að sitja og grúska í máli svo dögum og jafnvel vikum skipti sammálunum þó svo að það séu þetta gaman þetta bara mitt skapverli, mitt lundafar sem gerir það verkum að mér fannst meira spennandi að takast á við fjölbreyttari og óvænt verkefni og sóttum sem sýslumaður í Vestmannaeyjum og fékk. Hvað ár þetta? Þetta allt að gerast á árinu 1992. 92, og þá ferðu til Vestmannaeyja? Já. Og lifið þar dýrðar tíma aldeilis einstakt að búa og fá að vera í Eyjum og taka þátt í því samfélagi. Ég trúi því, það er skemmtilegt og gott samfélag. Já, virkilega. Hafði þá prófað ýmsa staði á landinu svona í afleysingum Ísafjörð og Búðardal sem var líka einstaklega góður staður. Í Eyjum var ég í 6 ár til 98 var það fengið til að taka við stöðu lögreglustjóra í Reykjavík tímabundið. Já. Eftir veruna í Vestmannaeyjum? Eftir veruna. Varstu með börn og konu í Vestmannaeyjum? Já, við vorum þar gaf 4. Já. Og þetta var nú mikið uppstokkun á lífinu sem að ég einhvern veginn var ekki alveg tilbúin til þess að fara í. Að fara frá Eyjum? Já, við höfum svo okkur að vera þarna lengi og leið vel. Var eitthvað tekið alveg, sko, nú hef ég heyrt að það misjafnt eftir landshlutum eða sveitafélögum og bæjum hvernig aðkomi fólki tekið og ég hef bara heyrt í ákvaða hlutum Vestmannaeyjar að það sé eiginlega þannig að maður bara flytur til Vestmannaeyja og þá maður bara strax dreginn inn í Oddfellow og svo hittust í Gufubað og kvöldin og... Þetta er alveg rétt. Er þetta alveg rétt? Þetta er alveg rétt, sko. Við vorum þetta aðkomi bak til að byrja með. Já. En kona mín fyrirvændi og heitin, hún ættu Eyjum, átti tölvuna frængar þar og allt mikið andauðis fólk þannig að það hjálpa okkur verulega. En þarna var bara dýrðar tími. Krakkarnir voru ánægð og glöð í skólanum og tóku þátt í íþróttastarfinu og tónlistarskólanum og öllu sem að vera ber. Akkurat. Þannig að það var svolítið mikið út að flytja og takast á við þetta starf í Reykjavík sem að var í mikil mótun. Var það útlendingaeftirlitið eða? Nei, það var staða lögreglustjóra í Reykjavík. Já, lögreglustjóri í Reykjavík. Og þar var ég að því með minnir 1,5 ár. Já. Og þá kom að því að við þurftum að setja upp
sérstaka útlendingastofnun sem hafði verið deild í lögreglunni og hét útlendingaeftirlitið og ég fékk þann starfa að koma þessu á laginnar. Þegar þú varst ennþá þá settur lögreglustjóri. Já. Má ég spyrja þess hérna að vera lögreglustjóri, þú varst við hérna línuvinnu og varst á sjó og bústörfum og frist í húsinu og búin að vera hérna í alls konar, búin að vera að vinna í héraðsdóminum og að dæma og sýslumaður og allt það, en hvernig þessu þróun hefur verið að margir hafa verið settir skipaðir lögreglustjóra sem hafa ekki verið á göttunni eða þannig ekki byrjað þetta höfbuna sem hámenn og svo verið lögreglumenn og farið svo gengið upp stigan eins og var fyrir löngu síðan. Hvernig að vera lögreglustjóri og stýra svona stóru vinnustað án þess að hafa starfað sem lögreglumaður og nýtur maður alveg fullkomna virðingar lögreglumanna fyrir? Nei, mann verða að sanna sig. Mann verða að sanna sig? Já. Og hægt að sanna sig? Já, ef þú stendur þig vel. Já. Og ég hafa nú verið í ýmsum störfum. Já. Og hef all góða þekkingu á samfélaginu. Kostum þessum göllum og það gagnaðist mjög. Já. Ég var auðvitað með umgangstólk og eignaðist fljótt góða vini þannig innan löggæslunnar. Var búin að vera lögreglustjóri í Vestmanni, sýslumaður í Vestmanni er bara götunni og þar var ég hafði verið á Ísafirði og þar maður líka á götunni. Búðardal, þar voru við tveir, ég og Sigvaldi vinur minn, fyrst í hálfustarfi, svo í heilum. Já. Þannig að við fórum alltaf saman. Það voru einhverju lögreglu aðgerðir í gangi. Þú þekktir löggæslustörfun ansi vel. Já, það var meiri einangrun og meiri ófærð, þannig að við fengum enga styrk úr Reykjavík þá. Nei. Það var engin sérsveit og ef að uppkomu vandræði með vopn eða hnífa þá náttúrulega listu við það bara. Og var það ekki bara gert svona gamla mátan, bara siggi hætt þessu rugli og leiði frá það haglabyssuna? Eiginlega var það eiginlega var það. Þá þarf þetta að hafa þetta mannlega element. Já, en þetta voru líka breytt alltaf í tímar heldur. Nú þetta ekki verið breytt Já. Og það kom fyrir að menn mynduðu haglabyssu þarna fyrir vestan og þá þetta kemur einslam að ég veit alveg hvað haglabyssa dregur. Við vorum æðavarpenna vestur í Holti og það byrjaði að ganga með byssu upp 12 ára aldri. Já. Þannig að ég þekki skotvopn. Að fara að kalla í sérsveit hefði verið mikið verið sinn, fá þyrlu og allskins til þess að þurfa að handtaka eitt kall og flytjandi Reykjavíkur koma börnunum fyrir heima hjá sýslumönnum og lögreglumannum og svona. Það brá mikið mál og þess vegna bara listu við svona mál sjálfur. Hvernig þá bara beðst eftir að klára þig skotin eða? Já, og svo bara málið settlað og við tölum saman og ég vildi vera þetta einhver svona reiði af frústrasjón sem að biði hugsanlega misskilningi og ætti var að leiða rétt og laga en á þessum ferðalögum og þessum stöðum sem ég hef verið á lærði man alltaf gríðarlega margt í samskiptum og líf fólks sem að getur verið alls konar. Já. Á svona stöðum eins og í Dölunum veru velstæðir stöndur, öruggir bændur og alveg niður úr. Já. Og sama gerist náttúrulega allstaðar ekki bara í Dölunum. Þetta er bara þörskurinn á okkur þjóðfélagi. Akkurat. Þannig að það hjálpar þegar þú kemur í lögreglustjóri í borginni. Og svo náttúrulega verður það líka að segjast eins og að baráttan við skipulega glæpahópa var ekki neitt í líkingu við það sem nú á þessum árum. Nei, það var kannski ekki það sem var eitthvað sem þú þurftir að díla við fyrstu sinni eða var þetta orðið þekkt stærð? Þú beður að taka við útlendingastofnun sem að búa til upp úr útlendingaeftirlitinu eða ekki? Og þetta, við erum að tala þetta er meira en 20 ár síðan eða ekki 25 pluss ár síðan? Jú, þetta er í kringu 2000 sem að. Þetta er á þeim aldrei sem að ég er svona verða úlingur þegar ég nýt þeirra forréttinda að alast upp í rosalega öruggu samfélagi. Já. Og
hvernig hver var þörfin að breyta hvað var að gerast hana, hvað var að gerjast, akkur var verið að breyta einhverju sem hét útlendingaeftirliti yfir útlendingastofnun og þurfti að skerpa á einhverju eða hvað var? Það var nú mikið til vegna inngöngu Íslands í Schengen-samstarfið. Okay. Þá verðum að hafa einhver óhagastofnun sem gat annað stjórnsýslu útlendingamála en var ekki í lögreglustofnun. Okay. Þannig að það var brugðið á það ráð að setja upp sérstakastofnun og mjög fljótlega að breyta lögum útlendinga. Og ég var semst valinn til þess að koma þessu á laggirnar og við vorum þarna 2, ég og Kristín Völundardóttir sem að enn forstjóri útlendingastofnunar. Og við komum þessu einhvern veginn á laggirnar. Þetta var náttúrulega ekki stórt í sniðum til að byrja með. Nei. En svo bara breyttist veröldin og þessi stofnun varð yfir hlaðin og enn held ég. Já, virðist greinilega vera yfir hlaðin enn. Allt önnur stofnun heldur var þegar við settum þetta á stað. Já. Schengen, við göngum inn í Schengen til þess að eiga auðveldarum vik með að fara til Spánar. Já, og færa vinnuafl á milli. Já, færa vinnuafl á milli. En sko, og þegar þú tekur við þessu hlutverki, þú segir sko, þú ert að taka þátt í að móta á samt Kristínu. Eru þið þá að aðstoða sko löggjafann við að setja saman eitthvað regluverki kringum þetta? Eða? Já, við komum verulega að því á samt auðvitað dómsmálaráðuneyti. Þetta tók nú einhver tíma og við vorum svona bara, við Íslendingar vorum bara rétt að fóta okkur í þessum málum. Já. Og vorum býsna ströng. Ströng? Kannski yfir þess þurft. Þeir voru ófáir sem að þurfti frá að hverfa útlendingar sem hingað komu. En fréttafókus var náttúrulega ekki eins mikill á þessa starfsemi þá eins og nú. Nei. En ásóknum var ekkert sem er í líkingu við það sem er í dag, þannig að það er mjög erfitt að bera þetta saman þessa starfsemi sem við settum á laggirnar í kringu 2000 og svo aftur útlendingastofnun sem er í dag. Hvar liggja brotalamennar í dag? Er það regluverkið? Er það löggjafarvaldi? Er það alþingi eða er það execution eða framkvæmdin hjá útlendingastofnun sjálfri? Ég held að við þurfum að taka þessi mál til rækilegra skoðunar. Við þurfum að standa betur að öllum þessum málum. Það eru til mig að sitja hér og gagnrýna starfsemi sem ég þekki lítið til núna. Og ég ætla ekki að gera það sko, ég held að fólk sé að gera sitt allra besta. Það þarf að skýra reglunar, það er alveg klárt. Það þarf að kveða skýrt á valdheimildir hvers og eins. Og það þarf að auka eftirfylgni og framkvæmd brottvísana og annarra aðgerða sem að menn hafa komist að ákveðinu niðurstöðum að skuli framkvæmd. Ég hugsa, ég allavega sko sem bara venjulegu leikmaður þá er mér svo framandi einhvern veginn að það sé ekki hægt að taka almennilega á þessu og þegar einhver nefnir það með að herða reglurnar eða Ísland þurfa að ganga úr Schengen fyrir vikið eða hvað nú væri sem að þyrfti þá er sagt tilbaka sko, já það er svo hræðilegt þá áttu svo erfitt með það sjálfur að flakka á milli landa. Ég hugsa með mér sko, ég þætti miklu auðveldar að fara niður í sendiráð Danmerkur og fá stimpil í vegabréfi ef ég væri að fara til útlanda ef það myndi þýða að landamæri Íslands væri meira trygg fyrir viki og væri með minni skipulagða glæpastarfsemi allan hér á landi. Þetta er svona allan það sem manni dettur í hug sem einfaldar lausnir en virðist vera ómögulegt að hrinda í framkvæmd. Já, sko við höfum ákveðið að vera partur af Evrópu af þessu leyti
þó við séum ekki gengin í Evrópusambandið. Nei. Það var metið sem svo að þetta fyrirkomulega því hendugra fyrir okkur heldur en að halda okkur sér í svo mörgum skilningi. Ég held að það sé erfitt og ekki skynsamlegt að ganga út úr Schengen samstarfinu núna. Nei. En ég held að það er afar nauðsynlegt að við eflum okkar eftirlit á landamærum og allt sem lítur að afgreiðslu útlendingamála hröðum því ferli þannig að við getum haft það kontról á þessum hlutum sem maður þarf að hafa. Það nú staðreynd að langstærstu hluti útlendingar sem hingað leita bara venjulegt fólk sem að leita sér að vinnu og lífsviðurværi og við þurfum á þessu fólki að halda til að við halda íslensku samfélagi. En landamærin eftirlit nefndi það og landamærin ekki bara í Keflavík og á Seyðisfirði. Landamærin eru bara allt í kringum landið sko. Já, nú ertu forstjóri Landhelgisgæslunnar í dag og ég hef alveg velti fyrir mér sko, gæti það gerst eins og það voru fréttir að því í gær eða fyrrata, það voru metfjöldi þeirra sem sigldu yfir Ermarsundi til Englands. Ég man ekki hvort það voru 5.000 manns á einum degi og ég velti fyrir mér styttist í það að gætu farið að koma bátar hingað til Íslands. Það koma bátar hingað til Íslands en ekkert í þessu mæli sem að þú ert að nefna. En í þessum tilgangi? Oft á tíðum öflugri bátar og oftast það erfiður sjór hérna á milli landa. Já, í þessum tilgangi og í þeim tilgangi að flytja hingað ólöglegan varning sem við vitum ekki eða sem kannski enn alvarlegra að hingað kemur varningur sem að á að fara svo eitthvað lengra og oft í miklu magni. Og Átt að tala fíkniefni svona fyrst og fremst eða ekki? Já, fíkniefni og þetta málum sem við þurfum að láta okkur varða og skipta okkur meira af og það gefur augaleið að búnaður sá sem Landhelgisgæslan hefur yfir að ráða þó svo að sé öflugur og góður alls ekki nægilegur og alls ekki nægilega mannaður til þess að við getum haft auga á þessu eins og þarf. Það rétt. Og þó svo að við höfum ekki skýr dæmi að hingað að við komum einhverjar hryðjuverkasveitir að þá svo möguleiki fyllilega fyrir hendi. Að þeir komi hingað sjóleiðina? Komi hingað sjóleiðina og þetta nú svo einfalt dæmi sko ef að einhver ef þú ætlar að koma til Íslands í einhverjum ólögmætum tilgangi með einhvern ólögmætan varning og jafnvel bara mannskap með þeir sem að á skrám hér og þar þá bara veist þú að þú ert ekki að fara til Keflavíkur. Akkurat. Og þetta heldur ekki að fara á Seyðisfjörð. Nei. Það nóg eftir á landinu sko. Þú getur komist hvað sem og það verður einhverja hugsun í höfðinu þá mjög auðvelt fyrir því að finna út hvar örugt að koma og þetta málum sem við þurfum að huga að. Höfum við sko mannskap til þess að og kapasítet til þess að vera að fylgjast með nú væntanlega töluvert af skútum og bátum sem bara venjulegt fólk sem á siglingum heiminn og kemur hingað til Íslands en mannskapur og kapasítet til þess að gaumgæfa það hjá hverjum og einu sem siglir hingað að við komandi sé ekki í öðru tilgangi heldur en bara skoða jöklana og selina. Já við höfum bæði hjá Landhelgisgæslu og lögreglu yfir öflugum og velmenntuðum mannskapar á það en það er ekki til. Nei. Við þurfum að geta mannað þessi 2 ágætu varðskip sem eigum. Já. Eins og staðan í dag þá annað þeirra í landi liggur í 6 mánuði á ári. Já. Sem náttúrulega ekki skynsamleg fjárfesting. Nei, bara ekki báðulegt, það ekki gott viðbragðsúthald. Nei, ilskipið á sjó og það kann að vera út fyrir Vestfjörðum. Þegar einhvers konar vandræði koma upp út af Höfni í Hornafirði eða nálægt Papey eða einhvers staðar þar og samt einhvers staðar dágóða stund að komast þangað og fólk sem hefur illt í huga búið að gera sína ráðstafanir áður en að það verður. Við náttúrulega búum við alltaf að tækni heldur en bara fyrir nokkrum árum. Já.
sem hjálpar mikið við fáum gervihnattamyndir við sömuleiðis sem aðgang af drónum bæði stórum og litlum en við þurfum að eiga einhver tæki sem getur sannreind hvað þarna á ferðinni við sjáum að gervihnattamynd sem við fáum frýtt frá Evrópusambandinu sjáum að það er eitthvað þarna einhver staðar og myndirnar eru afhendar okkur gegn því að við tökum ábyrgð á því að tekka á því og að það, hvað er þarna það getur verið olíumengun, það getur verið hvað sem það getur verið bátur með fólki því ef við einföldum þetta svo við sittum ekki bara hér tveir og spjallum með eitthvað sem að enginn skilur nei. þá er það bara þannig að við sjáum öll skip sem senda frá sér merki og það ber öllum að senda frá sér merki svo kallar aðeinsmerki það sjáum við í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar og getum fylgst með öllum þeim skipum mátum og það gera náttúrulega 99% allra báta og skipa sem eiga umferð landhelgi Íslands eða nágrenni hennar senda frá sér staðsetning og sína nákvæmlega hver þau eru og hvar þau eru bara svona eins og Google Maps eða þannig hvað er að koma, hvað þarf að flytja í hvað tilgangi er að koma, hvað er margir borð þetta er nú reglan sko og eins og við segjum lang stærsti hlutin fyrir eftir en þeir sem ekki vilja láta sjá sig þeir bara íta á off á þessum tæki og þá er það ekki að senda eitt eða neitt og við höfum ekki radarkerfi til þess að fylgjast nákvæmlega með svona skipum það stendur þótt í bóta að hluta til og þar kemur Evrópusambandið okkur aftur til hjálpar við erum að ná að setja upp 4 landradara á hvert horn á Íslandi sem að eiga að geta tekið þetta 40-50 mílur út í sjó kúlan er kúla kannski ekki nema svo langt eftir kúlunni en er engin blindsvæði sko? Það er einhver blindsvæði en þá nú eftir að stilla þetta allt inn og þetta er ekki komið í gagni en við vonumst til þess að þetta muni verða mikil stóð og stytta í þessu eftirliti. Er þetta eitthvað sem var til fjárheimild fyrir frá Íslenska ríkinu eða er þetta Evrópusambands innspýting? Þetta var úr landamærasjóði Evrópusambandsins sem við erum aðilar að, sem að Ísland er aðilar að. Það er stundum talað að grísa á eitthvað, að það sé svona heppni. En svo er það að svína á einhverjum og það er bara að vera með almenn leiðindi. Ég skil ekki þessu. Skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Tölum aðeins fjárheimildir til Gæslunnar. Nú er það þannig að síðustu árin Donald Trump vakti fyrst máls á því í sinni fyrri forsetatíð að NATO-lönd væri ekki að standa sína plikt. Það væri svona viðmiðunar þumalputtaregla að hvert og eitt ríki, NATO-ríki, ætti að verja 2,5% af vergri landsframleiðslu í varnarmál. Og stórt séð þá er það eiginlega bara Bandaríkin sem stóðu sína plikt hvað það varðar með einhver 3% cirka þegar hann lét þessu orð falla 2017 minni mig. Ef við berum okkur saman við önnur Evrópulönd þá eru flest Evrópulönd yfir prósenti og mörg hver farin að nálgast þessi 2,5%. Við hér á Íslandi höfum verið í varnarmálum ef við setjum Landhelgisgæsluna sem bara skilgreinum hana sem skýra varnarstofnun þá eru þessi cirka 10 milljarðar er það ekki. Þetta eru svona að hafa verið frá 0,16 og upp í 0,2% síðustu árin af vergri landsframleiðslu. Bara til að setja í samhengi 10 milljarðar renna til Gæslunnar til þess að sinna alveg gríðarlega öflugu leitar- og björgunarstarfi og þessu eftirlitshlutverki 10 milljarðar en ef við værum að fara eftir 2,5% reglunni þá væri þetta svona cirka 90 milljarðar plus sem að væru helgaðir varnarstarfi. Hvernig hefur þessi barningur verið hjá þér síðustu rúmu 20 ári sem þú hefur gengt starfi forstjóra Landhelgisgæslunnar? Að þú nefndir aðeins áðan að það er ekki hægt að gera út 2 skip eins og varskip. Ekki skilningu fyrir því eða hvað?
Jú, ég held að sé full skilningur og velvilji með að ráðamanna. Ok. En það ber að líta á hlutan eins og þeir eru. Við erum ekki mörg sem búum hérna. Nei. Og við þurfum að standa undir gríðarlega fjölþættir innviða starfsemi. Þar á meðal landhelgisgæslu. Og hlutfallslega erum við að setja mikla peninga í landhelgisgæslu. Okay. Miðað við höfðatölu og aðra þjóðir. Já, ef við fókusurum, ef við tökum varnar, af því að við erum ekki með her. Já, miðað við strandgæslu, rétt. En það kostar að búa þessar eyju. Hún er líka gjöful. Og við verðum einhvern veginn að samræma þetta þannig að allir fái nóg. Við höfum staðið þeirri meiningu að það mætti skoða þann möguleika að reikna framlag til landhelgisgæslu og starfsemi landhelgisgæslu inn í framlag okkar til sameiginlega varna á Norður-Atlantshafi. Og þetta er viðkvæmt mál, það er alls ekki allir sammála þessu. Helstu rökin gegn þessu eru þau að gerum við það, þá þurfum við að vera tilbúin til að fara í stríð. Eða að senda skip, flugvélar, þyrlur, tæki, mannskap í stríð einhvers staðar, ef áfram að halda. Nú höfum við ekki her og munum aldrei geta komið okkur upp her sem að neinu skiptir. Nei. Þessi framlög sem að fara til landhelgisgæslu fara jafnframt til öryggis- og varnarmála. Landhelgisgæslan er upphæðlega hugsuð til þess að gæta fiskimiðunum. Já. Bjarga fólki, leitað fólki, bjarga sjómönnum og svo framvegis eftirlit með auðlindunum og gæslu hvað var þar mengun. Þannig að hver einasta króna sem að fer til landhelgisgæslu, hún fer til almanna hagsmuna líka. Við getum aldrei og munum aldrei verða færum að setja upp árásarkerfi eða opnakerfi í skipinu okkar, við kunnum bara ekkert á það. Nei. Þannig að þangagang. Kunnum það ekki og það er þetta líka bara allt og dýrt? Já, en við erum þess að mjög mikilvægur hlekkur í vörnum á Norður-Atlantshafi. Hvað var það leit, björgun, eftirlit og maður heyrir nágrann okkar óformlega og óbeint kvarta undan því við séum ekki að standa okkar plikt nægilega vel hvað það varðar. Ok. Við þurfum ekki að gera miklar skilgreiningarbreytingar á störfum landhelgisgæslunnar til að þetta geti allt saman runnið til sameiginlegra varna og verið okkur hér á Íslandi til góðs og okkar samstarfsþjóðum á Norður-Atlantshafi sem að er ætlað og ætla sér að verja þetta hafsvæði þennan heimsluta. Þannig að það virðist gæta nokkurs misskilnings. Við erum ekki, það að bæti landhelgisgæslan er ekki framlag til hernaðarmála. Nei. Þó að það komi til nota og gangs hvað var þar hugsanlegan hernað eða hernaðar eftirlit. En allt sem þarna rennur inn er okkur sjálfum til nota og kemur okkur til góða, eykur okkar öryggi, styrkir okkar innviði, bætir úr öryggismálum sjómanna og hjálpar til við að, mér að segja að taka móti allir þessu ferðamennum sem að oft lendi vandræðum hér inn á Hálendi. Þú leiðir eftir mig bara ef upplifun mín er röng en sko ég hef það á tilfinningunni að Íslendingar hafi hingað til fengið svolítið frítt spil hvað þetta varðar. Við erum herlaus þjóð en við erum aftur á móti sko eins og fyrirverandi flótaforingi aðmiráll í sjóhernum bandaríska sagði Ísland er stærsta flugmóðurskip Bandaríkjanna eða NATO þjóða og við höfum fengið svolítið frítt spil með það að vera herlaus, fullgildur stofnmeðlimur í NATO vegna þess að við höfum gengt þessu mikilvæga hlutverki og syndi vel leitar- og björgunarpartinu á ansi stóru hafsvæði hér á Norður-Atlantshafi en eins og nefnir sko ef við erum ekki að sinna því almennilega og nágrannaþjóður okkar sem að kæmi okkur til varnar ef til þess kæmi ef það er farið að fara í taugarnar á þeim að við séum ekki að uppfylla þetta hlutverk okkar sinna þessu hlutverki okkar nægilega vel þá kannski missum við þetta fría spil eða hvað? Það gæti alveg verið
við þurfum í það minnsta að vera trúverðugur bandamaður sem að færum að hafa eftirlit með sínu heimasvæði þó ekki sem þó ekki sem gerð ríkari krafa geta sinnt björgunarsvæðin okkar sem gríðarstórt 1,9 miljón ferkilometrar nær austur fyrir Færeyjar og norður fyrir Jan Mayen við þurfum að geta gert þetta betur heldur en við gerum í dag og með örlítilli fjárinnspýtingu þá getum við gert það og jafnframt sagt nágrannum okkar við erum að standa okkur sjáum við bara þetta og sjáum við bara hitt okkar helsti samstarfsaðili og bandamaður svo má segja landhelgisgæslan danski sjórinn sem þú þekkir nú svo vel og þeir starfa bæði vestan og austan við Ísland við erum í daglegum samskiptum við þá og höfum stöðumynd af því sem þeir eru að gera og hafa gert og ætla sig að gera á næstu sólarhringum og vice versa við þurfum að geta verið öflugri samstarfsaðili í þessu samstarfi þurfum að geta gefið meira af okkur svo ekki sem bara tala með öryggi okkar sjálfra og sjómanna hér í kringu landið við þurfum að eiga öruggar þyrlur sem að eru tilbúnar að fara hvenær sem á hvaða tíma sem eins langt og þarf Nú erum við með 3 þyrlur og til þess að það sé full viðbragðsgeta hjá þyrlusveit Landhelgisgæslunnar þá minni mig að það þurfa að vera 2 áhafnir tiltækar og 2 þyrlur í fullu lagi til þess að geta flogið út fyrir út í eystumörk okkar efnahagslögsögu eða ekki? Jú. Ef ég man rétt þá það bara rétt rúmlega helmingur ársins sem að þessi skilyrði eru uppfyllt. Vantar ekki hreinlega bara heila áhöfn til viðbótar til þess að geta staðið vaktir á móti þeim áhöfnum sem fyrir eru og þyrftum við ekki bara meira fjármagn til þess að halda út í þessu 3 þyrlum eða jafnvel að bæta einni þyrlu við og væri kannski líka leið að vera með þyrlur víðar heldur en bara á suðvesturhorninu eða væri það galskapur? Sko þessi stað sem flókin og dýr Já og það alls ekki margir sem gera grein fyrir því hvernig þyrlurekstur Nei og tala ekki á leitar og björgunum þyrlum sem að þurfa að vera tiltekar hvernig sem það alveg rétt við höfum ekki náð að standa okkur eins vel og við höfum viljað hvað varðar að vera til taks sem nú okkar slagorð að vera til taks Já það líka rétt hjá þér við þurfum að hafa 2 þyrlur til að komast langt út á sjó og það eru 40-50% tíma ársins sem að svo ekki og það ekki nógu gott úr því má bæta með auknum mannskap með nýri áhöfn og bættu viðbragði í flugskýlim og flugvirkjum en þetta kostar allt penning og þetta eru pólitískar ákvarðanir það væri auðvitað gott að hafa þyrlu á hverju landshorni sko. það lúxus en Norðlendingar og Austfirðingar hafa lengi svo stefnt því að fá þyrlu inn á sinn svæði og það mjög skiljanlegt þetta afskipt þyrlunar allar í Reykjavík og það auðvitað mest að gera í kringur Reykjavík það líka mest að gera í kringur Reykjavík því að það tekur svo langa tíma að fara út af Austfjörðum þannig að menn eru þá búnir að bjarga sig sjálfur eða einhver annar viðbragðsaðili búin að bjarga þeim eða hreinlega þeim verður ekki við bjargað og það góð hugmynd að setja upp þyrlu á Akureyri sem gæti þá sinnt sjónum fyrir norður og norðausturlandi og jafnframt hálendinu þannig sem að fjölsótt af ferðamönnum og oft vandræði en eins og segi þetta kostar töluvert mikið penning og við hjá Landhelgisgæslunni gerum það sem við mögulega getum við gerum það sem að stjórnmálamenn segja okkur að gera við mótum ekki stefnuna Nei. Við erum framkvæmdaraðili og sem framkvæmdaraðili þá getum við lýst til skoðun okkar að við teldum heppilegt að hafa þyrlu hér eða þar
en það stjórnmálum að taka ákvarðanir Já. því að þetta kostar penning. Annað svona stjórnmálulegt stefnumál, nú eru ansi margir sem að allavega fylgjast með Landhelgisgæslunni, sjómenn eru meðvitaðir það að varðskip gæslunnar þurfa alltaf að hafa lengi vel þurft að sigla til Færeyja til þess að tanka upp á ódýrari olíu. Þetta svo langt sem að ég veit byggist á því að álögur á eldsneyti eru hærri á Íslandi, það ekki rétt farið hjá mér? Þetta ekki spurning pólitískt pennastrikk að gera Landhelgisgæsluna undanþegna álögum á eldsneyti svo þurfi ekki að fara til Færeyja og missa skipin sín úr íslenskri efnahagslögsögu til þess að fara að sækja olíu? Já, eins og ég nefndi á hana þá það pólitíkin sem að stjórnar stefnu Landhelgisgæslunnar. Við höfum það hlutverk að nýta peningin sem allra best. Já. Og mér ber svo skylda að kaupa hagkvæmustu og öruggustu vörur og þar með olíu sem kostar og þegar það kostar að meðtalinni siglingu til Færeyja sem svarar 4 herbergja íbúðir Reykjavík að kaupa olíun á Íslandi meðan við Færeyjum. Já, bara mismunurinn. Já, bara mismunurinn. Já. Og þá ber mér svo skylda að gera það. Ella væri við stopp, getum ekki sinnt okkar skyldum út á sjó og þetta svo skýrt og klárt. Svo getur menn rífist og röflað yfir þessu í fjármálaráðuneyti og ríkisendurskoðun og víðar. Þetta bara nákvæmlega svona. En þetta ekki það ekki bara það að við losnum við virðisaukaskattinn heldur olían öll í jöfnu sem við fáum afgreitt Færeyjum á rotnundamarkanum ódýrari. Já, hún ódýrari hreinlega líka. Hún hreinlega ódýrari. Já. Ok, en þetta bara þeir settir í þessa stöðu og leysið það með sóma fara sem best með peningana. Ekki sammála því og nú þau eftir að hýsum afturlöfnar og skammast á algastjóri þessu rugli fórstjórunum. Það getur vel verið að íslensk lög standi til þess að við skulum kaupa olíuna með virðisaukaskatti á Íslandi af þeim einokunum fyrirtækjum sem hér eru. Ok. En við bara getum það ekki. Nei. Og undir minni stjórn við ekki gera það. Nei. Þannig að vandamáli liggur ekki bara í opinberum álögum á eldsneyti, það líka bara það of mikið há álagning olíufélagana hér á Íslandi á eldsneytið. Það fer eftir förmum. Það getur verið munur einhverju tilfellum þá það ekki. Við erum ekki að kaupa hverjum degi olíu og reynum að sikta það út frá heimsmarkaðsverðinu út frá þeim prísum sem að í boði eru og það getur oft munað eins og við segjum verulega miklu. Þetta magnað. Flugvélin TF-SIF það stóð svolítið styrum hana hún hefur nú reyndar verið bara meira og minna svona af og til í fréttum síðan og hún var keypt til landsins. Skall á náttúrulega efnahagshrun. Landhelgisgæslan var svolítið aðþrengt fjárhagslega eftir hrunið. Flugvélin var meira og minna í leiguverkefnum út í Miðjarðarhafi og svo langaði Jón Gunnarsson hreinlega bara til þess að selja hana. Hvaða máli skiptir að hafa eftirlitsflugvél sem part af tækjakosti Landhelgisgæslunnar? Já, þú minnist á hrunið. Ríkisstjórn Íslands tók ákvörðun 2005 í mars að byggja skip og kaupa flugvél. Og þetta byggði á ítarlegum þarfagreiningum og útreikningum hvað væri nauðsynlegt að gera til þess að viðhalda öryggi á sjónum kringum Ísland. Við erum akkurat rétt það bila að fá þessi tæki afhent þegar að hrunið skellur á og skipið okkar, Þór flaggskipið lendi ekki bara í fjárhagslegum kreppum, við vorum í vandræðum með að greiða fyrir það heldur í jarðskjálfta og flóðbylgju sem að flætti inn í skipasmíðastöðuna í Chile og tafði skipið tæp 2 ár. Það voru dramatískar stundir út í Kanada þegar að verið að afhenda flugvélina og engin peningur til í
í ríkissjóði þar sem ég mætti með bankaábyrgðir frá Seðlabankanum, undirskriftun frá fjármálaráðherranum og breski auðhringurinn sem var að selja þetta hjá Bombardier í Kanada, hann sagði við tökum ekkert mark á þessum pappírum. Þeir hafa verið einskisverði. Þú færð vélina afhenda leið og við sjáum þessa peninga inn á okkar reikningum í London. Já. Þetta var svolítið töff sko. Það er mikið búið að berjast til þessar flugvél og það var andlega að farið yfir hvað þyrfti að vera borðið inn í og þessi flugvél var smíðið í mjög nánu samráði og samvinnu við sænsku strandgæsluna. Þeir byggðu 3 svona flugvélar við eina og þær eru heldur fullkomnar þessar 3 heldur en við erum með og það helgast að því áttu bara heimlega ekki pening. Flugvélin það sem ég myndi segja lykilatriði í landhelgisgæslu Íslands og en það getur vel verið að það breytist með tilkomu dróna á einhverjum næstu áratugum. Okay. En ekki handa með hornið samt eða... Nei, það er ekki komið svo tækni. Nei, það er ekki að verða á næstu árum sko. Nei. Þessi tækni komin hún er ekki ódýrari ennþá og ekki hagkvæm fyrir okkur nema að hluta til aðstofar. En flugvélin eyru og augu landhelgisgæslunnar. Já. Flugvélin eina tæki sem við þurfum aðgangað til þess að senda út og skoða hvað var þetta sem kemur frá gervihnattamyndum. Með því að fljúga vélinni tvisarvíku og þannig að hafa góða dekkun á landhelginni. Skip fara ekki mjög hratt yfir þannig að við sjáum skip á stað X þá það líklega komið á stað Y daginn eftir. Já. Og ef það er einhver breyting á ferðskipsins þá það eitthvað sem við athugum. En þessi flugvél slíkt grundvallartæki að það væri í sjálfu sér sko hreinasta glaðbræði að missa hana. Hún er miðaldra, það er ekki mikill peningur í henni en fyrir landhelgisgæsluna hún gríðarlega verðmæti. Og það er ekki fyrir sjáanlegt að við getum farið að byggja nýja fyrir 5 milljarða reitt á næstunni. Það hefur verið gagnrýnt að hún sé stór en við erum hérna fyrir norðurheimskautið og að okkar mati þá hún alls ekki stór og ef vel þetta vera þá þurftum að hafa 2 svona flugvélar. Já. Það er nú bara þannig sem í því liggur. Er það ekki hérna rétt muna hjá mér það kom hérna ábyggilega hollenskt rannsóknarskip fyrir nokkrum árum síðan og var í einhverju gullleitar leiðangri, var að leita einhverju skipsflaggi og að búa að vera eiginlega bara óáreitt og án vitundar íslenskra yfirvalda í svolítinn tíma áður en að það uppgötaðist sem að hefði þá ábyggilega verið hægt að hérna sjá með eftirlitsflugi hjá TF-SIF. Jú, það er rétt. Ef við höfum átt flugvélina til dags þá hefðum við getað spottað þetta fyrir. Núna er flugvélina á Íslandi og við erum að sjá alls kyns umferð sem við skoðum betur. Við verðum við skuggaflota Rússa sem að mikið hefur verið talað um. Já. Við erum með 20-30 karfatóra hér á Suður- og Reykjanesvík og það þarf að hafa eftirlit með þeim. Það eru skipakomur í tengslu við þær veiðar sem að eru athugunarverðar og allt þetta bendur okkur á að það sé í öllu falli algjörlega nauðsynlegt að hafa yfir flugvélar á það. Einhverju bent á að þessi vél var stór og dýr og horfðu til Noregs þar sem að menn nota minni vélar en staðan normanna er bara allt önnur. Þeir hafa öflugan flugherr, þeir hafa öflugar eftirlitsflugvélar, þeir hafa þessar svoköldu P8 kafbátareitavélar sem að Akkurat. Sinna öðrum verkefnum. Þeir eru bara að spila í allt annari deild heldur við hvað þetta var. Þeir eru bara ekkert nálægt okkur sko og engin þetta er einasta flugvélin sem við Íslendingar hefum. Já, og alveg bráðnauðsynlega, segirðu. Algjörlega bráðnauðsynlega. Þú tókst svolítið slag við Jón Gunnars og Brynjar Níels þegar þá langaði svolítið til að losa sig við vélina, eða ekki? Já, þeir eru náttúrulega eins og aðrir stjórnmálamenn þurfa að huga því hvernig peningum almennings er varið og þeir hafa talið á þeim tíma að það væri skynsamlegt að nota þá peningur að fara rekstur þessara flugvélar til að gera eitthvað annað. En
en ég þeim ekki sammála en svona nú uppbyggingin okkar kerfi. Já, þetta bara partur af þínu jobbi að þurfa að taka svona slagi af og til, verja hagsmuni stofnunarinnar. Já. Að þú nefndir dróna, þetta virðist vera svolítið svona töfralausn stundum, sem halda dróna geti koma og leyst af hólmi eitthvað sem að virkar vel í dag og þykir of kostnaðarsamt. Það kom hérna flugdróni frá EMSA. European Maritime Safety Agency og hann var hérna í pröfu, það ekki eitt sumar eða eitthvað svoleiðis. Honum fylgir heil áhöfn á landi, það ekki. Já, það ekkit ódýrar að gera út svona dróna heldur en eitt stykki DAS 8 flugvél. Nei, ekki enda þetta í dag. Sko, við fengum að lána dróna hjá EMSA, gerðum hann á 3 sem í eitt sumar. En honum fylgdi 16 manna áhöfn. 16 manna áhöfn? Já. Og skýringin á því nú svo að þeir voru með hann í prófunum líka og í minnskonar endurbótum. Þannig að væntanlega það nú ekki svona mikil fjöldi sem fylgdi þessum dróna í dag en þessi flugvél reyndist mjög heppileg til eftirlits nálægt landi. Við höfum sömulegis verið með þyrludróna við borð í varðskipunum stóra, svo kallar Síbel frá EMSA líka. Notaði mest í fiskveiðieftirliti? Já, notaði mest í fiskveiðieftirliti og líka hægt að senda það frá skipi til að finna ísöndina, jafnvel skoðanur skip, en það nokkur háað í þeim. Já. Þeir reyndist ágætlega en með ýmsum annmörkum, en hins vegar þá gerir maður sér grein fyrir því að þetta framtíðin. Já, algjörlega. En eins og staðan í dag, þess vegna ég svona aðeins að uppnefna þetta töfralausna því að fyrir skömmu síðan var mikið talað fjarstýrðan kafbát frá Teledyne Gavia sem að merkilegt nokk stækkaði svolítið það fyrirtæki á grundvelli þess að selja rússneska sjóhernum 8 eða 10 kafbáta á sínum tíma, ég man nú ekki hvað það voru margir en fjarstýri kafbáturinn góður að gjalda verður til þess að fara niður á botn og skoða hvort að það sé í lagi með okkar fjarskipta kapla sem að liggja milli Íslands og meginlands Evrópu eða Bandaríkjanna en það má ekki gleyma því að rétt eins og með áhöfnina sem að fylgdi drónanum ítalska þá þarf að vera eitthvað plattform til að taka á móti kafbátni sem að hefur bara takmarkaðan tíma í kafi. Það þarf að vera þá peningur til þess að reka skipi sem að upp á yfirborði, fyrir ofan yfirborð sjávar. Já, svona kafbátar gerðir út frá skipum. Já, var það ekki? Og það kannski erfitt að tala kafbát, þetta svona neðarsjávardróni. Já. Þetta ekki stórt apparat. Nei. Þetta svona tæplega 3 metra langt rör. Já. Fullt af tækni og sensorum. Við höfum fengið svona dróna til notkunar sem var í eigu háskólans. Já. Og meiningin að hann verði gerður út af landhelgisgæslu og undir stjórn landhelgisgæslu. Háskólinn af örlæti sínu veitir okkur þessi afnot en þetta gegn því að hann sé notaður til þeirra rannsóknar sem að þeir þurfa að sinna og það munum við gera. Hann í yfirhalningu, þetta eru dýrtæki og mikla græður. En eins og segir, hann ekkert gerður út einn og sér sko. Nei. Hann ætíð í tengslum í skip eða báta og þarf að koma upp á einhverja klukktíma fresti og skila á sér gögnum og fá nýja hleðslu og svo framins. En þetta bráðsniður tækni. Þetta bráðsniður tækni, en það svona það sem ástæðan fyrir ég uppnefni þetta töfralausn kannski til þess að varpa ljósi á það að þetta bara einn hlekkur í miklu lengri keðju sem að þarf til þess að sinna eftirliti og vera með eitthvað viðbragð við landi. Sko, þú sendir svona kafbát niður frá skipi, þarft að vera þá með skip og áhöfn upp á hafletinum, sendir kafbátni niður og hann sér kannski
einhver búnað sem að gæti legið á neðansjávarkapli eða einhverja skemmd og þá kemur kafbáturinn upp aftur og í rauninu fann maður ekki öll gögnin þetta fyrir kafbáturinn komin upp og þau eru lesin og þá þarf náttúrulega að kalla til líka það annar hlekkur í keðjunni, þá þarf að kalla til einhvern aðila sem að getur farið í það að bregðast við skemmdinni, fara að þá þarf að kalla á sérhæft skip, viðgerðarskip frá Hollandi eða eitthvað til þess að koma að laga kapalinn. Ekki satt? Jú. Það ekki, bara eins og þetta var presenterað í fjölmiðlum, þá fannst mér eins og það væri bara, fannst mér allan að hálfu utanríkis ráðherra og dómsmálaráðherra eins og það væri bara komið svona kvispam búm, við erum komið með kafbát, við erum búin að redda landhelgisgæslunni næstu 10 ár. Já, eins og ég segi þá þetta mjög gagnlegt gott tæki og getur nýst á margan hátt. Þar sem við vorum nú að horfa í einna helst að geta haft eftirlit með höfnum. Það segja við tökum á móti herskipum og herskipaflótum. Já. Og það svona fastur partur af öryggi þeirra að kanna hvort einhver aðskotarhlutur í höfnum. Það getur nýst mjög vel til þess. Það getur nýst á Grunnshafi og aðeins lengra út hvað varðar að skoða og hafa eftirlit með sæstrengum. En eins og þú bendir á þá gerir þessi kafbátur ekki neitt, hann skoðar og rannsakar og segir okkur hvað þarna gæti verið. En svo þurfum við að bregðast við. Svo þarf að bregðast við. Já. Hvað sérðu fyrir þér að muni gerast í hlutverki gæslunar á tökum bara næstu 3 árin? Ég held að hlutverk gæslunar sé vaxandi. Ég held að það sé engum vafa undirorpið og eins og ég marg tönglast á að þá það stjórnmálamenn sem leggja línuna, móta stefnuna og það sem heyrir á núverandi ríkisstjórn og bara þingmönnum yfir allt velvilji og jákvæðni í garð landhelgisgæslunnar. Og ég held að flest allir átti sig á nauðsyn þess að við höfum þessa gæslu styrka og örga og getum treyst á fólki í landinu og sjónum þarf að geta treyst á landhelgisgæsluna og til þess þurfum við að efla nokkuð. En í hvaða formi það verður og hversu mikið það verður það eru stjórnmálamenn sem segja til það. En gæslan einn af hornsteinum okkar skipulags. Landhelgisgæslan eina tæki sem við getum notað til þess að gæta að fullveldinu í kringu landið. Já. Að sjá til þess að við höfum stjórn og kontroll á því hverjir koma hér og hvað þeir gera. Að skip sé ekki að losa hér úrgang eða fara hér með ólögmætan farm eða koma hér að landi með eitthvað sem ekki á að koma að landi, hvað sem það í formi eiturlyfja, einhvers konar varnings eða jafnvel fólks í nauð. Þetta verðum við bara að gera og við verðum að vera færum að sinna okkar öfluga fólki sem við störf lengst út á sjó og koma því á rétta staði ef á bjátar þar. Gæslan hefur yfir tækjakosti í dag að ráða svona að megninu til öflugum tækjakosti. Þetta bara spurningur meira fjármagn til þess að geta átt fyrir olíu á skipin, átt fyrir varahlutum og á þyrlurnar og svo mannskap til þess að fljúga flugvélinni og þyrlunum. Er þetta ekki svona sirka bát þannig að því að mannskapurinn líka rosalega hæfur og valinn maður í hverju rúmi hvert sem litið innan gæslunar. Já. Vel þjálfaður. Þetta í nótskuld það sem máli sínstum við eigum góð tæki. Stjórnmálamenn þessa lands hafa aflað landhelgisgæslunni í góðum búnaði og við þurfum bara að geta nýtt hann. Já. Þú búin að stýra gæslunni síðan 2005. Búin að fara í gegnum langt og strangt ferli með landhelgisgæsluna, hrunið sem við nefndum áðan, áskoranir sem fylgja því. Kaninn fór hérna 2006 sem að breyti kannski líka svolítið hlutverki landhelgisgæslunnar. Þéttar og nánara samstarf vegna loftrýmisgæslu, ekki satt? Hvað þú búin að vera
1 ár eða 20 ár þú ert 20,5 ár 20,5 ár og þú ert 66 ára gamall eða ekki? Jú. Ég veit að þú varst að læra tókst leiðsögumannaskóla. Er það eitthvað sem þú ætlar að gera svona þegar þú fer á pensjón eða er þetta eitthvað sem þú ætlar að gera á sumrin? Þetta nú fyrst og fremst gamall draumur að rætast að læra meira land og sögum, jarðfræði og náttúrufar. Það svona mér til gamans. En svo auðvitað ég með það bak að ég verð ekki eilífur í landhelgisgæslunni og ef að líf og heilsa endist þá gaman að hafa þessa tekningu möguleika á að grípa inn í svona störf einhvers konar og það að segja ef einhver vill fá mann í vinnu svona inn á milli svona þetta skemmtur að ég hef gríðarlega gaman á landinu og ferðast mikið á landinu og þekki það vel og svo þessi þörf fyrir að deila þekkingu eða ekki þekkingu og vera með einhver aksjón það nú það sem ég að horfa í sko. En ég ekki að veltaði fyrir mér að fara að segja akkurat núna sumar ekki nema þá eitthvað það var takmarkað en hafa þetta svona í bakgrunni þegar ég hættir að vinna það bara þannig sko að vinna hjá landhelgisgæslunni alveg 100% starf og ekki lítið annað meðfram því. Nei. En það hérna gaman, ég náði líka skipt gír með því að fara aftur í persónulega Georg eftir að vera búin að ræða svona varnarmálin og þessi þungu mál þá kallaði ég aftur fram hennan unga stelna drengað vestan með því að segja frá leiðsögumannaskólanum að gaman að þú skildir hafa lagt þetta fyrir þér og ég verð fyrstur að panta ferð með þér upp á hálendi þegar það kemur. Velkomin. Herðu, Georg, þakka kærlega fyrir að koma í sjókastið og góða yfirferð bæði þína ævi og svona hlutverk landhelgisgæslunnar og stöð. Eitthvað að loka sem þú vilt bæta við? Já, sko, mig langar enn og aftur að ítreka mikilvægi þess að við höfum öfluga landhelgisgæslu. Sjaldan verður góð vísa og oft kveðin. Við þurfum að standa vörðum þar sem þegar búið að byggja upp þá þjálfum sem þarna inni og allt með öryggi landsmanna og sjómanna í huga ásamt legu okkar í hafinum og þáttöku okkar í þeirri baráttu að hafa búa frjáls og örygg á okkar heimsluta. Þetta svona það sem ég held að skipti þetta mestu máli frá okkur. Flottu botn í þetta. Þakka þér fyrir, Georg. Takk.